synka yfir kynningi maður. Ræma. Má ég kynna, takk fyrir að koma hér svona margir í kvöld og má ekki kynna fyrirlesara kvöldsins að Benni, ég veit ekki alveg hvað hann heitir fullu nafni. Nei, það skiptir engu máli. Hann á góðum ættum. Hann náttúrulega sonur föðursins Sveins Guðmundssonar í Hverfitónum, hét það ekki? Hverfitónum. Hverfitónum. Merkilegur hann náttúrulega fyrir það að neðst að Hátegsveginum, þar sem þeir áttu heima, það var stöng út í garði sem skemmti nágrannanum. Svo hefur hann til síns ágætis að eiga bróður. Hvað heitir hann aftur? Guðmundur. Guðmundur, já. Guðmundur keyrði hérna inn í Skerjafjörð á bílnum sínum og var með loftnet og hafði samband með endurvarpið frá tunglinum. Þetta gera nú ekki allir. Það var ekki Guðmundur, það var ég. Varst það þú? Já. Öll þessi ár hef ég haldið að vera Guðmundur. Ertu að meina þetta? Ég veit ekki skemma góða sögu. Já, jú, það var komið. Ég lifa við það að bróðurinn Guðmundur hefði gert þetta, en það varst það þú. Ég hélt fyrirlestur hérna síðast EMI. Benedikt hérna Sveinsson, Sveins Guðmundssonar, bróðir Guðmundar, hann hefur gert fleira í þessari amatörmennsku en flestir. Takk nú bara og lítur vel á hann og svona lítur kappinn út. Hann ætlar í kvöld að segja ykkur frá sólgosum og alls konar óáran sem skemmtur okkur radioamatörum. Yfir til þín. Já, takk fyrir. Já, ég veit. Herðu, já, ég ætlaði nú bara að tala það var nú að segja, ég hafði haldið einhver fyrirlestur þetta hérna fyrir ekki svo lengur síðan. Ég man nú ekki eftir það. Er það? Var það HF-skilin eða? Af hverju fann ég ekki þessar glærur þá? Ég man ekkert eftir því. En ég skrifaði hérna nýjar glærur allavega, þannig að þetta var svona, en ég ætlaði að fara yfir skilinin á stuttbylgju og ég ætlaði svona, ég var sko, nei, ég var fyrir fyrirlesturinn ég var með, það var VHF og svona undarleg skilyrði, ef ég man rétt. Það voru mídeóskatter og tunglið og dökting og allt það. Það var fyrirlesturinn sem ég var með. Hann var ekki stuttbylgju. Og þetta er svona, þetta er svona típist bara þessi stuttbylgjufræði sem við erum að díla við hérna. Ég veit voða lítið þetta. Og ég er svona 99% af því sem ég veit þessi skilyrði eru bara af reynslu og ég er alltaf þegar einhver segist vita allt skilyrðin á stuttbylgju þá hristi ég hann á hausinn og segja það trúi ég honum ekki neitt sko því að það er nefnilega ég kom aðeins inn á það sko þegar ég var að prófa tunglsamskiptin til dæmis og meiri segja meteóskatter. Það sem nota loftsteinadrífur, loftsteinar sem að brenna upp í jónakólinu. Við getum svo nokkurn veginn bara sagt á þess tíma í ágúst, þegar þessi loftsteinadrífa þá get ég haft samband við England. Ég get bara slegið á föstu. Og tunglið, það er allt útreiknað. Við getum bara vita það að ég get haft sambandi gegn tunglið á ákveðnum tíma. Talandi gervitungl sem við vitum hvar eru, hefur ekkert áhrif á þau og við getum bara haft samband. Þannig ég í rauninni fékk svona á leið á því öllu og að því að mér finnst þetta langskemmtilegast stuttbylgjan langskemmtilegast að því að hún er svo ótrúlega óútreiknanleg. Það er bara og því hvað eru margir sem hafa haft sambönd á stuttbylgju hérna? Já, það eru það er gaman að sjá að það er ekki allir hérna. Og það er nefnilega það sem við erum að berja svolítið við náttúruna þarna. Og það eru alls konar, þó sem maður er búin að vera lengi í þessu, að það er alltaf eitthvað sem kemur mann óvart og það er eitthvað nýtt sem gerist og maður hugsar, ég á ekki að vera að heyra Japan núna, hvernig ósköpunum er Japan inni núna. Og síðan þegar maður heldur að maður eigi að geta ná Japan þá nær maður þeim ekki. Og það er það sem gerir stuttbylgjuna svo skemmtilega. Og talandi ekki ef þú hefur pínaði mikið þá færðu mikið áhuga á 6 metra bandinu sem oft kallaði magic band. Því það er algjörlega óútreiknanlegt. Það er bara annarkvort kemur og fer og þegar þú heldur allt sé góðu þá hverfur það og
náði einu sambandi við Bandaríkjunum og svo heyrur ekki í þeim í 3 ár. Þannig að svo dettur það inn og það er sérst, til að ná DX-um og ná fullt af löndum á stuttbylgjunni, þá er annarkvort að taka hérna Óðinn heitin á þetta, vera bara alltaf í loftinu. Þá skipta skilningu máli, það er bara, þú ert í loftinu, því að það er opið þarna og þú veist, hún nærði þessu öllu, þegar það er bara allt í einu opið eitthvað sem enginn tók eftir, þá tók Óðinn eftir því. Það var 24/7. Já, þannig að það er ein leið. En fyrir okkur hérna sem höfum kannski ekki alveg jafn mikinn tíma, að þá er ágætt að svona skilja allavega svona basicið, hvenær hlutin eru opnir, ef við veitum að ná Bandaríkjunum, hvenær ég að ná Bandaríkjunum, og þá er svona, þannig að sem sagt, en ég ætlaði bara svona aðeins að fara, ég vona ég hef ekki, ég var náttúrulega, ég held að ég hef skrifað skilyrði vitlaust, en ég held að það sé rétt. Hvað myndar skilyrðin, hvað frá sólin hefur áhrif, hvernig lesum við til dæmis sólarham, það er svona, hafa allir opnað sólarham. Og það er fullt af tölum og alls konar dót og það er ágætt að fara aðeins yfir hvað þetta þýðir. Getum við spáð og hvernig fylgistu við með, það er það sem ég ætlaði að tala um bara. Já, þetta sést rosa vel hérna, en þetta er sem Jónahvolfið, Ionosphere, er skipt upp í þessi lög og ég ákvað bara að tala ekkert um E-lagið í dag, í kvöld. Það er ekki alveg tengt þessu sem við höfum að tala um, en það er til dæmis það sem myndar skilin á 6 metrum, en við ætlum bara ekkert að tala um það. Ég líka veit alltaf lítið um það, þannig ég er svona galdrar, en við ætlum að tala um D-lagið og svo F-lögin. Og þá er spurningin, er D-lagið gott? Finnst þú okkur það er gott? Það er mjög gott. En fórstundis við viljum tala innanlands á daginn. Já, ég veit, og það sé enginn að trufla ykkur, já. En, já, af hverju segirðu það? Af því ég hef reynd að útileika að fara á nóttinni. Já. Og þá ef maður eitthvað í burtu, sko, en á Hveravöllum til dæmis. Já. Þá er þetta ekki þegar bara skalli og DX. Já, ég er að segja það einmitt, gleymdi ég að segja það, sko, ég tala eiginlega ekkert sem sagt, ennvissi eða samskipti innanlands, en það kemur inn í það sem við tölum með D-lagið, sko. En það sem hann er að vísa í að D-lagið er helsti óvinur okkar. Það er vinur þeirra sem eru flestir vinnar á oss. Já, einmitt, þannig að það er það sem lokar á fjarskiptin, þannig að það sem hann er að segja, sko, að þegar að D-lagið er virkt á daginn, þá heyrum við ekkert í útlöndum og ekkert rusl sem kemur inn. En D-lagið hefur líka áhrif á Skywave, ekki satt. Þannig að DX innanlands, eða sem DX á millist, þar sem við höfum ekki jarðbylgjuna, það hlýtur að það blokka það. Ég læri það allavega að short skip, þá virkar það fyrir. Já. Það þolið svona bratta. Ok, já, ég veit það ekki. Já, sko truflanir og D-lagið hjálpar jarðbylgjunni vegna þess að það dregur úr nósinu. Já, ég held sko að því ég nefnilega ég bý nefnilega svo vel að ég er kannski einn af fáum í Íslandi sem er með stefnuvirk net á 80 metrum. Og þetta eru svona löng svona móttökunet, 150-60 metra löng, svona befrisnet, og þau virka þannig, sko, þau eru sem sagt, þau eru stefnuvirk, þannig þau eru svona terminur í annan endan, og ég get alltaf heyrt, en þegar ég var sett þau fyrst upp, þá fór ég náttúrulega 80 metrun og fór að spjalla við ykkur á 36-37, jú, og ég var að svissa með 8 og það virkaði ekkert. Þau voru jafn góði eða slæm í báðar áttir. Og þá skildi ég ekki, sko, en þegar ég fór að skoða þetta, og þá var það þannig að þegar að bylgjan kemur á ofan, þegar við vorum að fá Skywave niður, að þá virkar hann lengi stefnuvirkni í netinu. En ég get heyrt til dæmis þegar það er léleg skilyrði, og þá get ég heyrt munin, ef það er mikil stefnuvirkni í netunum hjá mér, og þá get ég heyrt að það er ákveðin hluti af merkinu sem er að koma yfir jarðbylgjuna og annar er að koma ofan. Þannig ég heyri, sko, þá heyri ég munin, sko. En
en hafandi alltaf sagt það, þá veit ég það að það er Skywave á daginn, þótt að DLA sé virt, sko. Þannig að Já, Skywave. það er virt, sko. Þannig það er eitthvað, ég þyrfti að vera með heilan, við þurftum að rannsaka það, sko. Já, jónahvolfið, það er þetta, það sem við, og það var svolítið, þegar ég var að skrifa þetta nefnir, að það er náttúrulega, ég fattaði það náttúrulega, sólin myndar jónahvolfið. Án sólarinnar er ekkert jónahvolf. Þannig að hún bombar á okkur orku og það er ljós sem við sjáum, út fjólublátt og svo veit ekki hvað þetta er á íslensku, Extreme UV. Þetta er einhvers staðar á milli X-ray og útfjólubláss. Þetta er allavega alltaf notað að kalla EUV. Þetta er allavega mjög orkumikið. EUV, eða Extreme UV, býr til F-lagið og svo X-rays sem eru röntgen, er ekki, sko þetta er röntgen, Gamma og er þetta ekki sama? Er þetta ekki sama? Nei, Nei. ég held ekki. Gamma og röntgen. Já, aðeins rugglaðist í þýðingunni hérna, þannig að þetta er tekið upp úr annarri bók, sko. Þetta er ekki rétt. Þetta er ekki sama. Jú. Er það ekki sama? Nokkurn veginn. Já. Það er kannski einhver... Það skarast aðeins kannski, ok. Já, sko, þetta eru 10 nanometrar, niður í 10 og X-ray eru fyrir neðan 10 nanometrar, sko. Þannig að það er einhver skörun þarna, sko. Svo erum við með stóra reyndir, ég fer betri hérna aftur hérna, sem eru eins og alfa-eindir eða alfa particles og sem það er efni, það er ekki geislun. Og þetta er myndast þegar við geislum frá sólinni, lendir á súrefnis- og köfnunarefnisatómum yst í laginu og myndar og sparkar rafeindum út af ystakveili og myndar þá jónir. Þess vegna heitir þetta jónahvolf. Ok. Og þetta er bara meiri geislun frá sólinni, meiri jónun, meiri þéttleiki, jónahvolfinu, betri condition. Eða hvað? D-lagið, óvinnur okkar allara sem er í DX allavega. E-lagið ræðum ekki hér. Svo er þessi F1 og 2 lög og við náttúrulega, því hærri sem spegillin er, þetta náttúrulega speill, því betra til að ná lengra. Þannig að og á nóttunni falla þessi lög eiginlega saman. Ég fer alveg betri. Og það er rafsegulbylgja lendir á jónalaginu og ef allt er rétt þá beygir hún og fer aftur niður. Þetta er bara eins og ljósbrot í gleri. Svo erum við með eitthvað fyrirbæri sem heitir sólvindur og þetta aftur kemur inn í þegar við fyrir að skoða kannski sólarham, það er hversu sterkur þessi sólvindur er. Og við erum með svona einhverja skilgreiningu, 300 til 400 km/s, það er veikur vindur og jónahvolfið er svona bara þægilegt fyrir okkur. Þetta er svona við getum, það sem við þekkjum og eigum von á, það er eins og segir predictable. Hins vegar ef það er mjög sterkur vindur, að þá gerast hlutir, þá erum við komin við svona óstöðu skilyrði og þá getum við fengið þetta er svona eins og ég las þetta upp úr einhverju bók, sko, þetta er eins og að ýti svona á jónahvolfið, þannig að ýti og við fáum þessa rafsegulstorma, norðurljósin og ég fer að það er svona truflar jónahvolfið, þannig að það er við viljum ekki vera með of sterkan sólvind, þannig að því við skoðum þetta er oft maður kíkir á þetta, hvernig sólvindurinn ég er að fara í keppni, hann er fínn. Ok, ég get svona átt von að ég geti gert það sem ég er vanur að gera. Í sólstormum, og ég fer svolítið í definition hvað sólstormur er versus CME, eða kórónaskvetta, eins og einhver kallaði það. Við heyrum QSB á merkjum. QSB er breytilegt, fading. Merki kemur upp og fer niður og upp og niður. Og svo er MUF sem er annað sem við tölum eftir, sem er Maximum Usable Frequency. Lækkar og
pólar eða þessar leiðir yfir pólana eru mjög lélegar. Svo eru miðlungs, D-lagið verður virkt, sópar upp merkin, pólaleiðir alveg lokaðar, mikið QSB og hæsta tíðnin sem getur notað lækkar mikið. Sterkur, bara blackout, þar sem heyrum ekki neitt. Þannig að þetta er sem sagt sólstormur. Og hérna er aðeins hérna, tökum við hérna aðeins hérna hvernig sólvindur á móti geislum frá sólinni sem í rauninni sko sólstormurinn er í rauninni geislun. Geislun frá sólinni býr til jónalagið og þarna er aftur hérna U, I og gamma geislar, stýrir hæstu tíðnina sem getur notað. Við þurfum geislun frá sólinni. Sólvindurinn, hann í rauninni truflar jónakólunni. Það eru hlaðnaragnir, stýrir stöðuleikanum, getur verið góður, getur líka verið vondur. Og svo hérna sem ég segi, mun eftir stórsólgoss, þegar allt er búið að brjálað, að þá kemur yfirleitt jónakóli sterkari tilbaka. Þetta er mjög mikilvægt. Það er að vera viðbúin þegar við fáum alvöru sólgoss, að þá gerast skemmtilegir hlutir oft. Ok, hérna er smá recap. Geislun frá sólinni býr til spegilinn. Sólvindurinn hristir spegilinn. Of lítið geislun, spegilinn og þunnur og gisin. Of mikill vindur, spegilinn og fókus. Þetta er svona mjög svona basic. Bara gott að muna þetta. Best condition, mikil geislun, rólegur vindur. Þannig að en það eru svona aðeins hérna, þetta er sem sagt þetta B-setagildi, við sjáum þetta hérna í sólarham og fleiri og það er ekki alveg að sama þegar við fáum sólgoss og sérstaklega svona CME, hvort það er vont eða slæmt eða hversu vont það verður. Og þetta eru náttúrulega 2 segulsvið og því munið það að seglar eru svona norður og suður og ef þið takið segul og setið suður og suður saman þá er ég að íta sér í sundur. En ef það er norður og suður þá klemmast þið saman. Þannig stundum þegar það fer eftir í hvernig segulsviðin snúað hvort öðru, hvort að jörðin bara drægi til sín, alveg bara gleypi við þessu eða ekki, eða ná að íta þessu frá. Þess vegna sjáum við að það er sólstormur en það gerðist ekki neitt. Og það er af því ef við skoðum þetta B-setagildi eða neikvætt, þá er það vandamál. Then it's problem. Þannig að þetta er hérna eitt svona smá hérna. Svo aftur hérna meira með sólgoss versus CME. Sólgoss, það er geislun. Það er orkulósun, ljósæði, kemur strax til okkar. Það er kannski HF blackout. Og við sjáum hérna, sem sagt, þegar við sjáum sólstorm á EHAM, þá eru klassaðir CMX og X10 og X20 fyrir eftir stærðinni. Þannig ef einhver segir að það er X-flare í gangi, þá er það stórt. Ef það er M-flare, þá er ekkert massíft. Kórónuskvetta, eða CME, það er sprenging. Þetta er bæði náttúrulega hálfgerðar sprengingar, en það er í rauninni plasmi eða rafgas. Og ég setti bara dót, stóra ragnir. Þetta er eins og við kalla bara efni, matter. Þetta er já, hvað ég segja, áþreifanlegt, ég veit það nú ekki alveg, en þetta er allavega, og þetta tekur sem sagt hérna 1-3 daga til að koma til jarðar. Og þetta hérna, já ég segi þetta er efni, ekki bara geislun. Og þetta veldur því að segulsvið jarðar fer alveg í klessu. Þannig að, og oft er það þannig að það kemur fyrst sólgossið og við sjáum það koma hérna á 8 mínútum bara og svo ef við erum þá óheppin að skvettan sé í áttinu jörðinni, eða sem það þarf að vera, hún er alltaf hreyfingu og allt, þetta virkar þannig að ef skvettan lendir á okkur þá fáum við allar norðurljósamyndirnar á Facebook. Þannig að það er bara þannig. Sólblettirnir, þetta eru svona svartir blettir á sólinni, þeir eru ekki kaldir og sólblettir eru eitthvað sem við viljum sjá. Við viljum sjá sólbletti eins mikið og mögulega
á þess að drepa okkur alla hérna, ég veit ekki, það getur verið að það sé eitthvað ómikið einhvern tímann. En þetta er sem meiri geislun og við munum þegar ég sagði á hann, meiri geislun, gott, meiri jónun, betra eftirlag, hærra muff og þið sjáu þetta SSN, þetta er sem Sunspot number, það er einhver svona grúppun, það eru stundum í einhverju grúppu og stundum bara einu og sér og þið sjáu þetta á Solarham, það er SSN númerið, því hærra, því betra. Svo er þessi mæling SFI, Solar Flux Index, duga mér eiginlega bara að skoða það yfirleitt, það er sem einhver mæling á 2,8 GHz, bara við skoðum það, eða 200 þá er DX í gangi, ef það er 60 þá farið bara á internetið þegar gerir eitthvað annað, eða bara, já, þannig að það er bara, þetta er bara svona indikator, þið sjáu bara, það eru góð skilyrði, 200, flott. Og þetta helst alveg hérna, því meiri, við skoðum þetta sko, því fleiri sólblettir því hærra er indexið, þetta er mæling, sko ég held að sólbletta, það er mæling sko bara með sjónauka, einhver sem telur það gæti verið einhver, ég veit ekki, það sé einhver aðeins sem er að telja á sko, og hérna, en SFI er bara, þetta er bara mæling gerð í einhverju tæki og kemur hérna á Solarham, ég veit ekkert hvernig og við þökkum bara fyrir það. Þannig að ég horfi bara á SSN, þú veist bara ef það er svona að rísa, gott og svo horfi ég bara á Solarfluxin og ef fluxin er góður, sólarvindurinn niðri, þá er góð keppni næstu helgi. Fyrir utan nema að það hafi komið sólgos. Þannig að MUF, Maximum Usable Frequency, það er sem þetta bara reikna út hvað hæsta tíðni sem jónakoli getur endurkastað. Þannig að ef þú ert fyrir ofan MUF þá fer það bara framhjá og beint út í geim. Þannig að við sýnum ykkur svona kort. Svo er það The Solar Cycle sem heitir á íslensku Solar, eða hvað er það bara Solar Cycle? Sólbletta hringur? Já, Solar, virkni Solar og hérna sjáu þið, þetta er 11 ár? Já, 11 ára svona hringur þar sem við förum í minimum og maximum og svo er einhver spá þetta er beint frá NOAA, bandarísku rannsóknarstofunni. Þannig að ég á bara, ég man bara eftir sögunum sem pabbi sagði mér þegar hann 1980 þegar maður var að hafa samband á 6 metrunum og 5 vöttum og var ekki eins og með loftneti, aðsakanum með loftneti var ekki eins og tengt og eitthvað svona sko. Þetta er alls konar svona sögur sko. Það voru bara svo góð skilyrði, og við höfum aldrei séð þetta fara svona, og þetta er svona, við erum alltaf að vona, þetta byrjaði eitthvað rosalega skart og við heldum að það væri alltaf að fara að gerast núna, við verðum að fá annan svona 1980 en svo fór þetta bara niður. Þannig að við erum núna eiginlega, við erum svona í maximum hámarkinu núna og þá er það svona spurningin út í sal, er gott að vera í hámarkinu? Mörg blackboard, en það er gott að milli. Það kom sér illa fyrir síbíið á sínum tíma. Fyrir síbíið? Síbíið ætti nú að vera, já, ok. Það var alveg búið að vera þarna 1980. Af hverju? Það hlýtur að vera, sko, Amerika tók þetta alveg yfir. Já, ég er að segja, það hefur verið, sko, 10 metrar hafa verið, sko, bara verið þvílíkt virkir hérna. Þú hefur ekki heyrt í Kópavogi, sko, þú veist, það hefur verið, Kalifornía hefur verið sterkari, sko. Það er rosalega skemmtileg tími. Já. 80-85. Já, þetta hefur verið alveg svaka skilyrði, sko. Og því að ef þið hefur einhvern veginn að vera á 10 metrónu þegar það algjörlega galopnast, þá er það alveg brjála, sko. Það er, sko, þú myndir ekki heyra í milli bæjarfélaga en þú myndir heyra betur í Kaliforníu. Það er brjála þegar skilyrðin eru þannig. Þannig að maður er oft fengið sko bara 5 og 9 plus merki og hann bara, ég er bara á 5 metrum á handstöð. Það var bara, ok.
en þetta er alveg brjála sko. En það er hins vegar sko, það fer eftir hvað þau eru áhuga á. Til dæmis ef þau eru hérna innanlands bara hérna 80 metrunum, þá er þetta ekki gott sko. Já, jú, ok, kannski slæmt af mig. Ef þú ert eins og bróðir minn, hann fer helst ekki yfir 7 metra eða 40 metruna, nema í neyð sko. Hann er bara svona lóband 160 metranir, 80 metranir. Það er hans bara uppáhalds bönd. Og við erum allir svona, við höfum eitthvað uppáhalds mót og uppáhalds band og allt það og uppáhalds tíðni með þess maður getur verið alveg geðveikur sko. Og þetta, hérna er ekki gott að hafa rosalega áhuga eða þú veist, ef þið þurfa að fylla upp í 160 metra DXC, þá er það ekki gott hérna. Hérna er D-lagið alveg gríðarlega virkt líka og D-lagið hefur alveg sérstaklega slæm áhrif á neðri tíðnar. Og þú eru bara náttúrulega? Já, en það er bara samt sko, er það bara þannig að hérna, það er bara ennþá bara svolítið virkt og það er ennþá bara mikið af truflunum og það er bara mikið orka þannig að það nefnilega eru svo samskiptin á 160 og 80 sko eru svolítið spes sko, þú veist, það er svo margt sem hefur áhrif sem gerir þau erfiðari og þannig að já, en og aftur líka sko, sólin gefur og tekur sko, þegar í þessum og sérstaklega í niðri tímanum hérna þegar við förum niður, að þá er það verra sko meira þessi sólgos og sem eru að gefa þessi blackout en þau vara yfir stutt yfir en það er meiri óstöðuleiki á sólinni og þannig að það er rosa gaman að vera í keppni sko þegar maður sleppi við þetta en svo er alveg hundlegilegt þegar þetta gerist í keppni og þannig að það er alveg, þannig að þetta er svolítið svona, mér veist eiginlega besti árangur sem ég hef haft í keppnum sko hafa verið þarna sko svona í byrjun sko þegar við erum svona að rísa og erum orðin bara svona miðlungs. Svo næturnar ef það er mikið þarna norðurljós, Já. þá er alveg blackout. Já, norðurljósin eru, ég tala eiginlega ekkert ég fer ekkert í norðurljósin hérna núna en norðurljósin er náttúrulega bara eins og teppi yfir okkur. Það er bara eins og einhver hafi bara sett teppi yfir okkur og það er bara það er alltaf, það getur alltaf verið pirraður yfir þessum norðurljósamyndum. Herri, svo erum við með þetta sem heitir Greyline. Þekkið það? Þetta er hérna er svona, tekið hérna svona typical deyfing á D-laginu á dagtíma. Við erum með 6 decibel á 21 megraði, 40 decibel á 7 megraðum og 100 decibel á 3,5. Þannig að þetta er þessi gríðarleg deyfing í D-laginu. Þetta er tekið úr RSGB mælingu og hérna, þetta er náttúrulega ekki alveg vita að þetta sé svona og þetta er náttúrulega margt sem spilar inn í. En það er sko, það hverfur ekki alltaf á nóttinni. En við sólsetur er D-lagið þannig ekki virkt, en F-lagið er líka virkt, ennþá. Þess vegna erum við alltaf að horfa, allavega við sem erum sérstaklega í DX, að ná langt og sérstaklega 80 metrunum og 40, 160, erum alltaf að horfa á þetta Greyline. Og þá sjáum við hérna, að þá, við vorum hérna, ég og Guðmundur vorum heil lengi að spá í hérna, við ætlum að ná, ég man ekki, það var Expedition, einhvers staðar í hérna Eyjaálfu og þá vorum við að spá í sko með við tíma hvort það væri mögulegt að ná þessi Expedition á 160 og þá er bara að fara að skoða þetta Greyline kort hérna hvort við værum, Ísland væri í sólsetur og þeir væri í sólarupprás eða öfugt og hvort við myndum ná akkurat á réttum tíma að vera í þessu gráðasæði sko. Því annarkvort er hann alveg í birtu með D-lagið virkt og við í myrkri eða öfugt sko. Þannig að þetta getur verið algjör svona, þetta er algjör galdra þegar þetta tekst sko, þegar þú hérna nærð og þú getur bara, og þetta er eitt líka að bara prófa að hlusta, horfa bara á Greyline kortið, það er bara að googla það eru til forrit, þetta er í Hamritu Deluxe, skoða bara hvað er Greylineið og þið getur bara heyrt þetta, Greylineið er bara milli okkar og Japan, það er bara, þar eru skilyrði á milli. Þannig að Greyline, þetta er alveg sko,
þetta er gríðarlega mikilvægt. Þetta er sérstaklega ef við ætlum að ná einhverju eins og 80 metrunum. Ég til dæmis á Nýja-Sjálandi 80 metrunum, akkurat í svona greilan, long path, lengri leiðina, akkurat yfir greilan. Í mars, ef ég man rétt. Það var orðið eiginlega hálfbjart hérna, og þeir eru sko, maður hefur getað náð þeim sérst, bara svona 5, svona í mars, eða febrúar, mars, já núna, klukkan svona 5 til 6, og getur náð Nýja-Sjálandi 80. Bara akkurat í þessu klukktíma gluggi, og var þetta eiginlega helst að biðja hann að snúa netinu í hina áttina, því hann er yfirleitt að hlusta í hin aðra áttina, ef þeir eru vantanlega með stefnur hlustunanet. En þetta er hérna, og það er alveg hægt að ná Nýja-Sjálandi tali á 80 metrunum með ekkert merkilegan búnað, því ég tók hann einhverja 5 gaura og svo heyrði ég Ara ná einum, og hann var ekki með merkileg loftnet, hann var bara með einhverja stöng sko. Þannig að það er alveg, það er ekki, 80 metrunum geta verið mjög skemmtilegir. Ég var alveg húkt á því bandi og það er mjög gaman að ná góðum DX á 80 metrunum. Og aftur að skoða sérstaklega þetta ná Bandaríkjunum. Ok, svo ég er svo sem ekkert með neitt marga glærur, en það er að sýna ykkur síðan sko VOACAP, stendur víst fyrir held ég Voice of America. Ég skal finna hvað það þýðir. Og svo er hérna annað, ef þið hafa áhuga að skoða, til dæmis hvað er opið, að þá er náttúrulega Reverse Beacon Network, sem er sem sagt skimmerar sem hlusta á Morse. Þannig að það er til dæmis ef þið farið hérna inn á Reverse Beacon Network og segið hérna TF3 Yankee, hann er með sem móttakara bara hérna upp á hálsvöld, þá getið þið séð hvað hann heyrir allan heiminn. Þá getið þið séð svolítið svona hérna, getið þið séð hvað hann er að heyra, hvað er í loftinu, en það er ennþá betra tól og það er náttúrulega PSK Reporter. Og PSK Reporter, því að það er náttúrulega allir á FT8, að þið getið bara annarkvort verið með stöðun ykkur á PSK Reporter eða valið einhvern, það er yfirleitt einhver Íslendingar þar sko, og séð bara hvað heyrir hún, og þá verður sjáu alltaf að hún er að heyra stöða frá Japan, og þá náttúrulega er bara Japan inni. Þannig að það er rosalega gaman að, og það eru mjög margir kontestar, og ég hef verið með PSK Reporter í gangi á skjá, bara með 3 glugga, 10 metrar, 15 metrar og 20. Ég held að ég hef valið ársæðlega einhvern sko, og ég sá að bara fylgjast með þegar ég var í keppninni, hvað heyrðu. Ég vissi bara sko, ég var alltaf að bíða eftir að Japan kæmi inn á 15. Og leiði ég bara fór að sjá línunar koma í nóttina þarna, að hann var farin að heyra í Japan, þá verður þessi, það er komið skilur til Japans, fyrir á 15 og bara, þannig að þetta er gríðarlega öflugt tól, af því að þeir bara hlusta á allt og reporta þarna í einan gangangurinn. Og svo er annað sem heitir Whisper Rocks, og ég ætla að sýna ykkur það líka. Þannig ég er alltaf búið með þessa slideshowið, og nú kemur smá flókið það. Ég var ekki búinn að fatta það, það er svo lélugur nefnilega, myndarspinn er svo lélugur, og ég veit ekki alveg hvernig þetta mun ganga, eða ekki, og ég ætla að prófa að mirrora skjáinn. Hvernig ósköpunum ger ég það aftur? Veitu, fara á sko, ég held að þetta sé bara eitthvað 640 sem 480. Eða 800, 600, eitthvað svona. Shit, veitu? Já. Ok, en beti ég get ekki anskotar. Er revert þarna nokkuð? Anskotar. Það gerði ég. Hvað er músin? Þetta er annars stæð. Já. Ok. Anskotar. Já, ég valdi orðið villust display. Use as. Sko, Main, byrju, fæ ég þetta aftur hérna. Ég ætlaði að gera þetta hérna. Extended display. Mirror for built-in display. Prófum þetta. Ok. Ok. Þetta virkar.
sem sagt, já, ég ætla við þekkjum allir sólarham og þarna erum við með efst uppi hérna með sólarflugsinn 119, frekar lélegt 43 í sólblötum, frekar lélegt og svo erum við alltaf að horfa á þessi K-gildi, þau eru K-A-gildi, A-gildi er sem svona langtímagildi, K-gildi er svona nokkurn veginn það sem er að gerast akkurat núna, þannig að flestir alltaf horfa bara K er í 7, það er allt umlögt. Það er bara svona indication að það er eitthvað að gerast, akkurat núna. Þannig að K-gildi 1, fínt, en það getur samt verið ömurleg skilyrði fyrir því. K-gildi segir ekki alltaf til skilyrði, það segir bara í hvað standi segul, hvað heitir þetta? Segul, alveg dottið mig hvað segulhjúpur jarðar, segulhjúpur, í hvað standan er. Þannig að ef leiða gerist eitthvað, hár sólvindur, eitthvað, þá fer K-gildi upp að það er eitthvað í gangi, það er einhver hreyfing frá, það er eitthvað að hrista. En það geta samt, þessar tölur geta samt verið lægri, lág, þannig að K-gildið, það getur verið alveg bara 1, það er samt verið glötu skilyrði. Þannig að það er ekki að setja þar saman, en K-gildið segir bara, ef við vitum að það er góð skilyrði, en K-gildið fyrir upp, þá er bara eitthvað að gerast og við erum bara að bíða. Svo koma góð skilyrði. Svo erum við með sem sagt hérna, sárt. Svo er þessi mynd hérna, þetta er sem sagt hérna, þetta mælir sem sagt X-ray, sem sagt hérna, hvað eru röntgengeislar? Er það rétt? Já. Já, röntgen. Og þarna getið séð sko í rauninni stærð sólblossans og þetta er næstu í á ljóshraða, 8 mínútur. Þannig að þetta er ef það kemur eitthvað högg hérna til hægri, sjáu þið klassana, þannig að það kemur einhver svona svaka punktur hérna upp og þá sjáu þið bara að það var sólblossi, búm, og svo fer hann niður. Og það er mjög oft að það fylgir síðan kórónuskvetta, en hún er þá komið 2 mínútum seinna, þannig að þú getur skoðað sko, og það er alveg, og þá þarf til að fara að grafast fyrir það hvort að sú skvetta muni lenda jörðinni ekki, og þá þarf þetta að fara kannski í svona aðeins meiri pælingar. En þetta er allavega svona, þetta er yfirleitt að skoða þetta eftir á, maður er á stuðblikki kannski að tala um þetta og svo bara allt dettur allt út og þá fer maður hérna, ok, það er samt 8 mínútur, þannig að þetta er mjög gott að vita hvað þetta segir. Og svo er önnur mynd hérna, sem er þessi hérna, Global Delay Absorption, og þið getið, það er enda því miður að þá er ekkert að gerast, það er ekkert að gerast á sólinni, að þið getið smellt á hana hérna, og hérna er sem sagt, þetta er tíðnin, sem sagt hérna, því rauðari sem liturinn er hérna og sterkari, því hærri tíðni sópar DLI-ið upp. Þannig að, og þið getið ítt á play hérna, og þetta er oft líka svolítið eftir á hvað er að gerast, og þetta fylgir sólinni, hvar sólin er, en það er eiginlega bara, það kemur smá hérna bara fjólublátt, það er mjög fín, er lítið að gerast á sólinu núna, þannig að stundum verður þetta bara, sjáum við bara alveg bara rautt svæði hérna alveg yfir, þar sem sólin er að skína, eða verður sprenging. Og þannig að það er oft alveg fínt, það er gaman að skoða þetta. Þetta er sem ég er að spila þetta núna, þannig að spila bara eftir tímanum hérna, við 1 sólarhring eftir tíman. Ég held að það sé ekkert að skoða þetta aftur í tíman. En þetta er hérna, þetta er oft hérna, það getur verið mjög áhugavert að sjá þetta. Og þetta er allt frá sólarhram, þeir eru að vísa hérna inn í NOAA. Og svo ætla ég að sýna ykkur annað. Og þið þekkið þetta allt, hérna er þetta hérna K-indexið og þetta er sem sagt bara hérna í hvernig standi segulsviði jarðar var það sem ég ætlaði að segja, bara í hvernig standið það er. Þannig að, og það er oft gott að munum bara, við viljum hafa það bara ekki í engan hristing og það bara verið annars er einhverja truflanir. Og hérna er hérna sjáum við hérna
sem sagt sólarvindurinn og hann er sem sagt 519 km/s og þarna er þetta B-setagildið, það er aðeins fyrir neðan mínus, þannig að það er vesen eða kæmi eitthvað. Þannig að það er ekki gott ef það kemur skvetta núna, þá myndi það soga til sín. Þannig að það er ágætt að hafa það í huga. Og sem sagt, þannig að það er mjög gaman að fylgjast með þessu. Svo ætlaði ég ætlaði að sýna ykkur aðeins svo er til dæmis þetta Whisper Rock sem ég sýndi ykkur og hérna er hægt að setja inn til dæmis, ég ætla að gera þetta, nei, skotans, hvað gerði ég núna? Það er eins og ég kunni ekki að tölvu, ég kann ekki heita tölvur. TX-call. Já, ég á bara að skrifa hérna. Það er eitthvað lélegt UI forritun hérna. Search, það er svolítið skrítið. En hérna, já, það er sem sagt verið að keyra hérna map ætla ég að gera. Það er sem sagt verið að keyra verkefni, það er einhver brjálaður svisslendingur sem er með það verkefni. Það sem eru búið að dreifa sendum og móttökurum út allan heim og nota Whisper-protokollin og það er einn sendir hjá mér, T3D, út í reyndar mjög lélegt loftnet en það er svo sem bara gott. Það er ekkit, maður á að vera með þessi vestanet sem er ekki stefnuvirkt og það er þetta að sjá hérna sem sagt hverjir heyra í, svo eru allir sem eru að hlusta, þeir senda þetta í miðlæga gagnagrunn og þið getið skoða hérna, það eru núna, það er þetta séð bara síðasta, þetta er væntanlega ég man ekki hvað þetta er, þú getur sett hvaða tíma, ég held að þetta sé hérna bara síðasta klukkutíman, að þá eru 93 stöðvar, þetta sést, já 93 á 40 búin að heyri, 13 á 20 og 18 á 15 sem hafi heyrt í merki frá okkur og þetta gefur bara nokkuð góða mynd af hvað er opið til og frá Íslandi. Þetta er mjög svipað, þetta er náttúrulega aðeins öfugt í PSK-reportið, það er hvað þú heyrir en það er búið að vera að dreifa þessum móttökurum út allt og Ertu að senda og hlusta? Nei, ég er bara að senda. Ég er ekki með móttöku. Ég veit ekki hvort það sé einhver með móttökara en allir sem taka þátt í Whisper geta sendt inn sko. Þannig að þú getur tekið þátt í verkefninu sko. En það sem hann vildi gera, þetta er svona gagnanörður, vinnur í bankanendar, en örugglega í svona einhverju vöruhúsi gagna og er rosalega svona, vill hafa svona vísindalega approach, þannig að hlutinir ég lagði miklu áherslu að þetta yrði alltaf uppi, yrði alltaf kveikt á þessu, ég væri ekkert að fikta í þessu og þetta yrði bara loftnetið væri alltaf eins og ég þurfti að láta vita, ég myndi breyta loftnetinu eitthvað og Lítið afl. Já, þetta er bara hérna Whisper Rocks, bara lítið tæki að þú getur keypt það sko. Hann vil bara hafa það tæki. Já, það er bara það tæki en svo er hann búin að smíða alveg svona eitthvað ákveðið viðtæki og búin að dreifa því og það er alltaf eins loftnet, þannig að sé hægt að hafa svona einhvern svona vísindalega hátt hægt að mæla skilurinn sko. Þannig að þetta er Whisper Rocks, ég skal senda kannski bara í komment á Facebook linkana á þetta. Hvað hef ég mikið tíma? Er ég ekki búinn bara? Nei, 1 í viðbót. Ok, ég ætla bara eina sem ég ætla að sýna ykkur. Þetta á netinu? Þetta heitir bara Whisper Rocks. Whisper, 2 Whiskey Sierra Papa Radio .rocks. En ég skal senda þetta á Facebook. Þannig að þetta er bara vefsíða og þú getur fyllt, já ég get meira þess að búi til streng. Já, hvað segirðu? Hvað er mikið afl? Ég held að þetta sé 200 milliwatt. Já, út í eitthvað svona, þetta var eitthvað mest random loftnet sem ég hef búið til, en þetta er eitthvað svona þetta átt að vera eitthvað svona, langvægir eitthvað, það endaði með eitthvað svona upp í turn, svona eitthvað hálfleiðina og svo nefndi ég að klifra lengra, þannig ég batta þar og það er einhver 1.49 í bal og niðri og það sýndi svona allt í lagi stambylgju og þannig ég bara
ég hef ekki snert í nokkur ár sko, 2 ár eða eitthvað, þannig að þetta bara virkar. Það er 50 metrar giska ég, einhver stálfur. Já, þetta var bara það sem ég fann þarna, þannig að ég hef ekkert. En hann er svo brjálaður í svislingu, nú þori ég ekki að breyta netinu sko, þannig að nú þori ég ekki að gera neitt við það sko, því að hann er alltaf, ég nenni ekki að skrifa einhverja skýrslu hvað nákvæmlega ég gerði sko, hann er ángrín sko, hann er alveg massa pussi sko, og hann fattar sko ef það er rafmagn, hann er eiginlega betri en vökturinn sem ég er með á rafmagninu sko, það bara kemur hann strax bara, hvað er að? Ég er að, já, það er rafmagnslaust, já. Þannig að hann er spes. Já, hann er alveg hérna. Og líka eftir hann, ég held að þetta myndi deyja bara, þú veist að hann myndi ekki nenna þessu, en hann er ennþá að sko, og það dreifur svo út. Ég ætla að sýna ykkur bara smá meira vesen. Ég var búinn að hérna, ég var með þetta tilbúið, en svo fór allt í vitleysu. Ok, ég finn þetta. Ok, það er kannski, þetta er kannski aðeins of, það eru nokkrir DSLR, veit ég, en hafið einhvern veginn séð nota þetta vógakapp. Þetta hérna er reyndar, þetta notar sem sagt gögn frá sem sagt bandarísku geimferðastofnuninni og Súpedarn og þannig að það eru hægt að spá fyrir og mæla og nota sem sagt hérna gögn alls staðar að og spá fyrir skilyrði. Og það er til dæmis við getum sett hérna sko HP94AD og svo getum við sett hérna JT 54, náði þessu rétt. Nei, veitu, hvað ger ég? Man er ég, var ekki jóð? Nei, jóð ég, já. Býtum að sjá. Það setur bara EE. Já, jóði. Nei, hérna. Jóti 15. Það var þetta sem ég ætlaði að skrifa. Ok, þannig að sjáum við hérna. Þetta er sem Búvei og Ísland. Og þá til dæmis getum við svona spóla hérna fram og tilbaka. Og þetta er bara töluvert áhugavert að við erum svona nokkuð með greilan hérna akkurat niður. Þannig að við erum alveg helviti góður ef við ætlum að ná þeim hérna á lágböndunum. Núna. Þannig að þetta breytir svona ekki mikið. Þannig að þetta er, og ég ætla bara að segja ykkur að Búvei, þetta er góður path fyrir okkur. Þetta er gríðarlega auðveldur path fyrir okkur. Og ég náði hérna þegar ég voru hérna á South Sandwich, þá var ég bara með eitthvað prik upp á þakki sko, og ég náði þeim. Þeir voru ekkert svo langt, þeir eru einhverstaðar hérna. Þetta er bara beint niður, ekki við neitt pól og multihoppa því það er sjórill alla leiðina, þannig að við fáum gott endurkast. Þannig að það er algjörlega, við erum alveg í dauðaferðin á þeim sko. Og allar þessar, því að nú hafa heyrt í fallhjálmsegum hérna eins og bara 5, 9, 8 á böndunum sko. Það er bara, þessi pathar hérna beint niður eru brjálæðislega góðir. Og suðurskautið. Og suðurskautið. Það er bara, við erum, það er auðveldra að ná hérna niður, eins og 10 metrunum, alveg fáránlegt á kvöldin í keppninu. Þá var maður bara með brassan alveg hérna á fullu hérna beint niður. Heyrir ekki neitt hérna og heyrir ekki neitt hérna. Fara beint niður. Við komum inn svona seinnipartinn og við Já. erum þetta kvöldin. Já. Eina sem er fyrir okkur eru ítalarnir. Já, það er bara, þú veist, bara meir aflið þeir en good luck with that. Þannig að þetta er hérna, þannig að það er hægt að skoða hérna, en það er meira og það er sem sagt, og ég ætla bara að sýna ykkur þetta, sko, en þið getið sett inn hérna, þið ætla að nota CW, eða bara segjum SSB,
og við erum að vera á 15 röttum með þessi loftnet, þið getið sett inn einhver loftnet með gain og fleira og þið getið sko til dæmis fengið svona kappvíl, þetta sést náttúrulega ekki raskat, ég er að reyna að sýna ykkur hvað þetta þýðir sko, en sem það eru meiri líkur eða minni var þetta að ná sambandi og þá er þetta tíminn, þetta er klukkan og þetta er böndin hérna, þannig að það er sem sagt þannig að miðnætti þá ættu við að ná þeim á 80 metrum. Það er samkvæmt skilurinn núna er condition á milli Búvey og Íslands á 80. Það er bara en það er reyndar gerir ráð fyrir að þeir séu með 1,5 kW og einhver man ekki alveg hvaða loftnet en það er, þú veist, þið getið tjúnað það niður sko. En þarna getið þið, þú veist, ef þið eru virkilega eitthvað að pæla í einhverju stöð eða einhverju de-expedition eða eitthvað sem þið ætla að skoða, þið getið bara sett þetta hérna inn í VogaCap, þessi Finni hann, þetta er alveg heilmikið kerfi, þetta var eitthvað PC-forrit og þetta var algjört vesen, að hann bjóð til hennar webclient, þannig að þetta er bara available. Og þetta er svo, það er mjög gaman að skoða þetta, ég geti bara séð hérna, ef við ætlum bara að ná sambandi hérna til Ástralíu, setja þetta bara inn og þá getum við bara séð hérna, ok, þessum böndum er mögulegt. Og það er bara ekkert mögulegt á 10 eða 12, það er bara, það getur bara gleymt í. Þannig að, já, ok, það fer þetta á hvaða tíma, en þetta er náttúrulega klukkan. Við sjáum alveg hvernig þau feita út hérna, 10-12, þau eru hérna, eru þau inni og svo koma hérna neðri böndin inn og en það er alveg áberandi hvað, það er alveg blúsandi skilurinn á neðri böndunum. Já, ok, ég sé náttúrulega ekkert hvað þetta. Hvað með Whisper? Whisper, það er í rauninni það sem ég var að sýna hérna, Whisper Rocks. Það er Whisper protokollin, nema það er bara að vera að safna Whisper gögnunum miðlægt og sýna þau. Og, ok, VogaCap, já, eitt í viðbót. Af hverju? Nú er bara vinnuvél mín hérna, þannig að ok, ég ætla að googla þetta bara snöggvast hérna. Hamradio chart. Það var aftur hérna. Svo er þetta er svona, þetta er náttúrulega sést ekki neitt hérna, en þetta er svona lifandi kort af maximum usable frequency. Þetta er 32, og þið sjáu þetta náttúrulega miklu, þetta er svolítið grænt, þetta er nú ekkert gott kort til að byrja með, hvað þá þessi myndvarpa. Þetta sjáu þið þessi svæði, hvað í rauninni hvernig spegillinn er sko. Þú veist, hérna, hann mun endurkasta alveg upp í 32 megraði hérna á klukkan 21:15 meðan við 123 við erum einhvers staðar hérna núna í 20, þannig að spegillinn fyrir ofan Ísland er cirka 20 megraði, þannig að ef þið myndi fara á, þú veist, 10 metrana þá fer það bara beint út. En nota bene, við erum ofta að skjóta náttúrulega lengra frá okkur, við erum ekki endilega að fara beint upp, þannig að hérna er bara miklu betra. Það er alveg... Já, þetta er í 3000 hérna. Þetta er akkurat upp 3000 kilometrar. Þannig að það er ágætt að skoða, bara vita það að þið getur skoða þessi move chart og þetta er svona sérstaklega mikilvægt ef maður er að spá hérna í svæðið á milli Íslands og Bandaríkjanna, eins og ef maður ætlar að fara á 10 metrum í keppni, þá er mjög mikilvægt að við séum í svona sameiginlegu regioni hérna þar sem við fáum einhvern spegil. Ok, einhverjar spurningar? Allir? Hvernig er búið í loftið? Það er góð spurning. Þeir eru sem sagt að hérna, þeir eru að leggja af stað í fyrramálið. Ég man ekki hvað eru að tala um 8 daga í siglingu. Og svo er bara spurning hvort hann fari í loftið. Maður veit ekkert. Það verður þarna mánaðamótin. Já, þeir eru sem sagt... Nei, ég skal ræða, Andrés er skamma mig núna. Nú skiljið þið hvers vegna það kom ekki til greina að einhver annar en Benni hefði haft samband við tunglið forðum aftur úr bílnum hjá sér. Og nú skiljum við hvers vegna það er svo leiðilegt að hafa samband við tunglið, það er allt saman fyrirsamanlegt. Já. Þetta er allt annar heimur.
Já, já. Benni er afbragðs náungi. Takk fyrir að koma hér í kvöld og segja okkur frá. Kannski þurfum að fá þig síðar meir. Já. Nú gefum hún klapp. Takk.